Og svo þetta, Elísabet Rónaldsdóttir hefur unnið við framleiðslu margra erlendra stórmynda sem náð hafa miklum vinsældum, myndir á borðið John Wick, Kontraband, Inhale og fleiri. Hún hefur nýlokið við að klippa íslensku kvikmyndina þar að segja Svanurinn heitir hún. Nú næsta erlenda stórmynd sem Elísabet kemur til með að klippa er kvikmyndin Deadpool 2 sem skartar stórleikaranum Ryan Reynolds í aðalhlutverki. En hún er væntanleg í kvikmyndahúsa næsta ári. Jóhann K. Jóhannsson kynnti sér verkefni Elísabetar. Too bad your skill didn't rub off on your brother-in-law. What happened, Andy? I was running something. Fyrsta stóra verkefni var í rauninni heimildamynd Dag Sigurðar. Eftir það þá kynntist ég Valdísi Óskarsdóttur í gegnum það. Hún sá heimildamyndina Dag Sigurðar og var eitthvað hrifin af henni og bauð mér að koma með sér til Kaupmannahafnar að klippa danska kvikmynd, barnamynd, Tösse Pier sem ég gerði, fór með henni og ætlaði að vera þarna eitt sumar í Danmörku en endaði með að flytja í 7 ár til Svíþjóðar og vann þar, klippti fyrstu leiknu færisku kvikmyndina Bye Bye Bluebird sem Katrín Óttarsdóttir leikstýrði og kom svo heim með fleiri börn og fyrirtæki sem hét Cut and Paste sem ég hafði stofnað úti sem var svona ætlað að vera eftirvinnslu fyrirtæki og fór að klippa hérna heima og byrjaði að klippa með Balta. Ég held að Mýrin hafi verið svona okkar breakthrough. Eftir velgengni Mýrinar opnuðust leiðir Elísabetarinn á Ameríkumarkað og í samstarfi við Baltasar Kormák var fyrsta erlenda stórmyndir sem hún klippti Inhale sem skartaði stórleikurunum Dermot Mulroney, Diane Kruger og Sam Shepard í aðalhlutverkum. The murder rate is 3 times that of the US. What is wrong with using dead people? Hlutirnir gerast og stundum á undarlegasta hátt og stundum þegar hurðum er lokað þá opnast hurðir sem maður lét sér aldrei detta í hug. Inhale klipptum við bara hérna heima. Við fórum í einhverja viku til LA saman með hana. Svo kom Kontraband og þá var ég reynda flutt til Singapúr með krakkana. Það var þannig að búið að blessa Ísland. Geir Haarde var búinn að blessa Ísland og ég í panik. Ég fullt af krökkum og bara hvað á ég að gera. Þegar mér var búið að koma til Singapúr að kenna í kvikmyndaskóla þar og stökk til, ætlaði að vera þar í ár en þá fékk Baltasar Kontraband í gegn og bað mig að koma með sér þannig að ég endaði nú bara 6 mánuði í Singapúr og fór beint þaðan með allan hópinn minn til New Orleans þar sem við vorum að taka og þá held ég að við höfum svona fyrst fattað að það væri eitthvað að gerast að náttúrulega pródúksjónin var stór stærri heldur en við höfum bæði nokkuð tíma komið af. Eins og Elísabet segir var það á þessum tímapunkti sem hún áttaði sig á því hversu verkefni væri stórt. En ég man alltaf eftir því þegar ég kallaði Baltasar og sagði, komdu, við skulum bara njóta þessa moment. Það var búið að senda mér sem sagt Universal logoið og working title til að setja fyrir framamyndina. Og þá heituðu okkur kaffi og settist í sofan og ég sagði bara, tökum það bara inn. Þú veist, Universal logoið komið. En það var 10 mínútna kynning og svo var það bara búið og maður hélt áfram að vinna og nóg að gera þetta var svona moment sem við áttum þegar við föttum, Við vinnslu kvikmyndarinnar Kontraband þurfti Elísabet ofta að fara til Los Angeles þar sem myndin var pröfusýnd fyrir framan áhorfendur. Í þeim ferðum kynntist hún svo umboðsmanni sem aðstoðaði hana við að komast áfram þar ytra. Fyrsta árið eftir gerðist ekki neitt en svo fór boltinn að rúlla. Og kannski líka bara af því að sjokkið var náttúrulega að því að Balti var að fara að gera Two Guns en það var einhver svona tregða við að fá mig til að klippa hana af því að þetta væri strákamynd og amerísku kúltúr og svona sem er alveg skiljanlegt en samt svona smá sjokk og maður situr alveg bara shit, þetta er allt búið, allt að fara til fjandans, ég hef ekkert að gera og þá bara allt í einu komið upp að mér var boðið að klippa John Wick sem er náttúrulega amerísk strákamynd. Í áranna rás hefur tækninni fleygt fram frá því að Elísabet hóf störf sem klippari. Það er margt öðruvísi. Blessunarlega en maður að vinna við stærri myndir sem er náttúrulega út af fyrir sig meira challenge eða þótt að vinnan sé svo sama. En ég meina ég náttúrulega byrjaði með hvíta hanska að klippa filmu, þú veist, á splæsir og líma og skoða og maður satt, þú veist, og horfði á dúfur fljúga í 2 klukkutíma í bíóhúsi, þú veist, að horfa á dailies. Þetta er allt búið. Núna er þetta allt bara komið inn í tölvuna daginn eftir að búið að skjóta þetta. Núna getur þú búið til, þú veist, 20 versjónir á sömu senu sem var ekki í boði þá af því að filman bara þoldi ekki
að hún yrði klippt svona mikið. You working again? No, just sorting some stuff out. Það tekur alveg árið að klippa svona mynd og í rauninni til dæmis rosalega flott þegar Baltasar að fá sínar myndir heim hingað í eftirvinnslu sem hann hefur gert vegna þess að það ekkert auðvelt þegar stúdíó að ræða. Þau vilja dálítið mikið hafa hlutina nálægt sér þannig að þessar stóru myndir, það bara, ég verð að kyngja því, það allavega ekki komið ennþá mér sem búið að klippa það hérna heima, þannig að ég fer út. Og það eru kostur og gallar og kostirnir eru það að ég náttúrulega ferðast mikið með krakkana og þau hafa gott af því, en það er náttúrulega vankanta líka því að ég þarf líka að skilja þau bara eftir. En ég var rosa klár, sko, ég svona eignaðist börn með svo löngu tímabili. Það er alveg 20 ár á milli yngsta og elsta, þannig að þau hafa getað passað sér sjálf, eða svona orðið sjálfbært hjá mér. Vinnsluferlið í hverri kvikmynd getur verið langt og Elísabet þarf ofta eyða löngum tíma erlendis á tökustað. Og það vegna þess að hún fær betri tilfinningu fyrir því sem síðar ratar á tölvuskjáinn þegar kemur að því að klippa myndina. Hérna heim þetta svo auðvelt af því að þú ert alltaf, svo ég sletti, one-on-one, þú veist, að ræða hlutina. En erlendi segir Elísabet að hlutinni séu örlítið flóknari. Svo getur vel verið að, þú veist, einhverju 20% mæta og horfa á það og segja bara hvað er í gangi. En yfirleitt ekki af því að ef það gengur upp, þá það allt í lagi, fattar. Elísabet segir það góðan kost að vera á tökustað og fylgjast með tökum. Bara sem gott dæmi er hérna nýjasta myndin, hérna erlenda sem ég kláraði, hérna Atomic Blonde, það er svona einfalt dæmi, að þá hérna er sena þar sem að Lauren Broden er að berjast fullt á lögreglumönnum inn í lítill íbúð. Hún er að berjast við lögreglu og hérna, og ég bara klippti þetta og þetta er ekki að ganga upp. Það er enginn að fara að kaupa það að hún sé að berjast við lögregluna og hinir lögreglumennir í íbúðinni heyri ekki lætin. Þannig að ég kom með þessa hugmynd sem getum við ekki bara riggað upp kassetu, þú veist, dæmi og hún bara setur á tónlist, bara pumpar tónlist af því að þá ertu að koma með hljóðheim sem felur hljóðin. Og það var bara gert, bara 1, 2, 3, af því allir eru á svæðinu. Næsta erlenda verkefni Elísabetar er stórmyndin Deadpool, en fyrri myndin vakti mikla athygli og var vel sótt í kvikmyndahúsum. Með aðalhlutverk í myndinni fer Ryan Reynolds sem búist er við kvikmyndin í kvikmyndahús á næsta ári. Wow, nice suit. Zip it, Stanley! Elísabet er með 2 íslensk verkefni í gangi en hún hefur nýlokið við að klippa kvikmyndina Svanurinn í leikstjórn Ásu Hjörleifsdóttur og þessa dagana vinnur hún að kvikmyndinni Vargur í leikstjórn Barkar Sigþórssonar. Ég man þegar ég byrjaði þá gekk allt út á að maður yrði að ákveða hvar maður ætlaði að staðsetja sig. Ég til dæmis klippti rosalega mikið heimildamyndum og það þótti ekki gott. Ef þú ætlar að staðsetja þig í leiknum kvikmyndum þá máttu ekki vera að vinna í heimildamyndum. En að fara síðan að vinna með einhverjum eins og Barry Ackroyd sem tók Kontraband og Inhale. Nei, það var Óttar sem tók Kontraband og The Missionary sem er dálítið eins og heimildamyndatökumaður. Hann vinnur með margar vélar og allt handheld og þá kom reynslan úr heimildamyndagerðinni svo sterkt í gegn. Elísabet segir mikla grósku í íslenskri kvikmyndagerð. Við erum svo sannarlega búin að slíta baskornum og það er svo mikill velvilji fyrir íslenskri kvikmyndagerð erlendis. Fólk hefur áhuga á henni. Mér finnst við alveg vera að gera stórgóða kvikmyndir sem eru alveg á pari við það sem er að gerast á hinum Norðurlöndunum eða í Evrópu. En fjárhagslega stöndum við einhvers staðar allt annar staðar. Það virðist ekki vera neitt samhengi þarna á milli. Það eru náttúrulega viss verkefni sem hafa verið svona eins og vörður á mínu ferli. Og ég held að það sé góður kostur. Sú mynd sem ég er að vinna við í augnablikinu er alltaf uppáhaldsmyndin mín. Þú veist, vegna þess að ég náttúrulega, eins og núna með Varg, að þá bara sef ég og vaki Varg. Ég er alltaf að hugsa um Varg. Þannig að Vargur er náttúrulega best lyktandi barnið mitt í augnablikinu. Það er hérna þetta litla nýfædda, það sem maður getur ekki, maður verður bara í hálsakoti.